og hérna sjáum við þá það sem við hefum að fara í þessari viku í bóklegu og það span og reiðspennu, sínusbylgjuna og hugtök í henni eins og hámarksgildi, augnabliksgildi, virkgildi og það höfum við sem sagt hérna á undir efni á kennsluvefnum og þá skoðum við það þá hér sem sagt hérna tími reiðspennunnar til dæmis. Hér erum við með upplýsingar það, við erum með 50 riða tíðni á reiðspennu eins og algengast hérna í Evrópu og hérna alltaf höfum við á Íslandi og þá tími sveiflunar 20 millisekundur. Við getum fundið það út með því að segja sem sagt 1 deilt með 50, sem sagt 1 á móti tíðni og þá fáum við út 0,02 sekundur sem sem sagt 20 millisekundur. Þegar við skoðum þetta á sveiflusjá þá stillum við oft á 5 millisekundur og sjáum það að heil sveifla tekur 20 millisekundur. Og svo köllum við þetta líka 360 gráður eina sveiflu og 2 pi radíana. Og þá kemur hérna fram að fjórðungur úr sveiflu 5 millisekundur eða 90 gráður eða pi deilt með 2 radíanar og svo framvegis. Nú, virkagildi reiðspennunnar skilgreint með stóra U bókstafnum og þetta líka merkt stundum UAC til að minna okkur á að þetta reiðspenna, alternating current hérna, eða viðstraumur, en þetta spenna, tákn fyrir spennu, U. Passið ykkur að rugla ekki saman sem sagt spennu og straum. Þegar við tölum spennu, þá meinum við spennu. Og U2 þá merkingin á að 2 þá fyrir eftirvaf, að U1 væri spenna á forvafi, þetta væri spennir. Og ef við kóplum okkur aðeins inn í span, sem sagt hugtakið hérna, þá getum við framleitt spennu á 3 vegu, fyrsta lagi með því að hreyfa leið í segulsviði, eins og gert í jafnstraumsrafala, öðru lagi að hreyfa segulsvið fram hjá leiðunum eins og í reiðstraumsrafala, þá snúum við oft pólhjólinu inn í rafalanum, þannig að seglarnir fara fram hjá leiðurunum sem fastir í húsinu. Og í þriðja lagi þá spanast spenna í breytilegu segulsviði. Eins og það breytilegt segulsvið í járnkjartanum sem að spanar upp spennu á eftirvafinu í spennunum, ef forvafið tengt við reiðspennu. Þannig að þetta þá span og skulum halda áfram með hugtökin í spennunni sjálfri. Hámarksgildi reiðspennunar Umax merkt svona Um og við finnum það út með því að margfalda virkagildið með rótina 2. Þá fáum við Umax. Alltaf? Já. Þegar að spennan sínuslögð, þá getum við fundið þetta hámarksgildi. Og ef við getum mælt til dæmis Umax-gildið eða þetta heitir sem sagt á ensku peak to peak, sem sagt frá hæsta toppgildi og niður í lægsta toppgildi. Við getum mælt það til dæmis með sveiflusjá og ef við deilum með 2 í það gildi þá fáum við helminginn sem frá 0 og upp í hámarkið sem kölluð hámarksgildi reiðspennunnar, Umax spennan sem sagt, og þá getum við reiknað út virkagildi spennunnar út frá því. Umax hérna, samkvæmt þessari formúlu hérna, það bara búið að snúa þessari formúlu við, að Umax deilt með rótina 2 virkagildið U. Þannig að þetta virkgildi 70,7% UM. Já. Og við getum þá sagt að virkagildið sé 70,7% af hámarksgildi
sínuslagaðrar riðspennu. Þá þarf að riðspennan að vera sínuslögð. Akkurat. Og við erum með fleiri hugtök í þessu og það eru meðal annars meðalgildi. Þannig að ef við erum sérstaklega með afriðun, þá getum við reiknað út jafnspennuna, það er kallað meðalgildi, afriðaðrar riðspennu, og það er bara stytt í U með, getur verið líka kallað UDC, sem sagt jafnspenna. Og þá með því að finna þetta út með tegrun, það er þetta að tegra sem sagt flatarmálið í hálfbylgjunni sem sagt, eða hálfriðinu, og við getum þá sagt og reiknað út að meðalgildi afriðaðrar riðspennu, sem sagt hálfgildi eða hálfriði, er 90% af virkagildinu eða 0,9 sinnum stóra U. Og þetta notum við fyrst og fremst þegar við erum að breyta riðspennu í jafnspennu, finna út hvaða gildi við fáum út í jafnstraum þegar við afriðum. En þetta hérna væru við með 4 díóður í heilbylgju afriðun sem sagt. Hins vegar ef við værum með hálfbylgjuafriðun, þá myndum við deila með 2. Þá værum við með 0,45 sinnum U. Ef við værum bara með 1 díóðu. En þetta er svona það sem við notum þetta í. Að til dæmis að þegar við breytum riðspennu í jafnspennu. Og þetta hérna skiptir máli þegar við erum með mæla og mælaverk. Að það er svokallaður formstuðull. Við notum það ekkert meira í þessu námi. Það er rauninni bara samhengi milli U og U með. En hins vegar augnabliksgildið sem við skoðum á eftir, það getum við líka reiknað út. En ef við erum með U max, þá getum við sagt að meðalgildið með U max er 63,7% af hámarksgildinu, eða 0,637 sinnum U max. Og þá skulum við skoða hérna sama, þetta er formstuðullinn, og hér höfum við síðan augnabliksgildið. Ef við vitum hámarksgildið, þá getum við notað þessa formúlu hérna. Ef við vitum ekki hámarksgildið, við vitum kannski virkagildið, þá getum við fundið hámarksgildið með því að margfalda muniði rótina 2 sinnum U, sinnum virkagildið, þá fáum við U max, og sinnum sínusinn af í rauninni bara gráðunum sem eru hérna, hvað eru komin langt hérna í sínusbylgjunni. Og ef við til dæmis tökum hérna nokkra punkta, þá getum við fundið augnabliksgildi spennunar hérna á þessum ferli, þessu hérna U. Og við getum fundið út hérna U max. Það er sem sagt, ef spennan inn er 230 volt, þá margfaldum við sinnum rótina 2, þá fáum við það bil 325 volt. Og ef við ætlum að segja til hvað er augnabliksgildi spennunar eftir 10 gráður, tökum við sínus af 10 gráðum sinnum hámarksgildið, og þá fáum við það að það er 56,4 volt, það er einhvers staðar hérna á þessari kurvu. Og við 45 gráður þá vill svo heppilega til að það er sama á virkagildið, augnabliksgildið er sama á virkagildið. En við 90 gráður þá erum við með hámarksgildið bara, þá erum við akkurat hérna í 90 gráðum, þá erum við í hámarki. Sem sagt, munið í sínusbylgjunni, þá erum við eftir, þegar við komum í hámarki hérna, þá erum við með 90 gráður, svo erum við með 180 gráður, og síðan erum við með 270 og síðan 360. Og síðan getum við skoðað hvað er augnabliksgildið spennu við 135 gráður til dæmis hérna.
þá erum við komin hérna undir 45 gráður í viðbót, það er líka 230 volt. Og síðan bara ganni hérna við 250 gráður, þá er það mínus 305 volt, því þá erum við komin hérna yfir 180 gráður, skiljið. Þannig að þá erum við komin með hérna neikvæða spennu, 250 volt einhvers staðar hérna. Þannig að við getum reiknað út hvern og einasta punkt hérna eftir því hvað erum stödd hérna í gráðum. Ef við vitum hámarksgildið eða virkagildið, segjum bara sinnum rótina 2, þá fáum við max, og síðan sinnum sínusinn af hvar við erum stödd hérna í gráðum. Þetta er málið. Ok, þá erum við búin að fara í span, í reiðspennu, í sínusbylgju, í hámarksgildi, augnabliksgildi og virkgildi. Og þá er að fara í 3 fasa rafmagn og síðan flokkun rafvéla. Og það er einfaldast að fara í 3 fasa rafmagn, skoða það með því að líta í reiðstafsrannsóknarbókina, eða við getum líka skoðað hérna rafmagntæknibókina, eigið hana, seinni hluta rafmagntækni, en líka hérna reiðstafsrannsóknarbókina, og ég er með hana hérna einhvers staðar líka, og finn hana bara, aðeins að líta á 3 fasa reiðspennu. Hérna er ég með það, reiðstafsrásir, og 3 fasa rafmagn, þannig að það er einhvers staðar hérna að setja partinn í henni. Já, rétt á endan dæmónum. Já, hérna höfum við það. Hérna höfum við fyrst stjörnutengingu og hérna sjáum við hvernig við getum teiknað upp 3 fasa rafala. Hér höfum við pólhjól og þessi rafali hann er rauninni 1 pólpar, bara norðurpól og suðurpól, og svo snýst pólhjóli hérna í ringi og spanar upp spennu í þessum 3 vöfum, eða 3 fösum sem við köllum. Og þá fáum við svona spennu, 3 fasa með 120 gráðu millibili. Hérðan frá og hingað er 120 gráður, og næst hérðan frá og hingað líka 120 gráður, alltaf 120 gráður á milli þess sem að næsti fasi fer í gegnum 0-punktinn, og eins er náttúrulega milli toppana hérna er líka 120 gráður. Og við getum teiknað upp eins og vektoramynd með 120 gráðu mun milli fasana, milli líka fasaspennana eða aðalspennana hérna. Þegar við erum með stjörnutengingu, þá erum við með, eins og við þekkið úr 200 áfanganum eða rafsæði 2, að heildarspennan er eins og fasaspennan sinnum rótina 3, ekki satt? Nú kemur til sögunar rótina 3. Það er þarna hlutfallið milli fasaspennu og aðalspennu. Það er fasaspennan sinnum rótina 3, þá fáum við aðalspennu. Og svo ef við þurfum að reikna út tilbaka, þá er aðalspennan deilt með rótina 3, þá fáum við fasaspennuna. Hins vegar, hvernig með strauminn? Sami straumur, aðalstraumur og fasastraumur. Þetta þurfum við að læra alveg 100% hérna í þessum áfanga og kunna þetta áfram. Hérna er bara að teikna aðeins öðruvísi upp og svo er hérna talað þetta hérna og sýnd vektormynd milli aðalspennuna og fasaspennan er þá teiknuð upp hérna U-fasi, hérna teiknuð 2 er hér, en fasaspennan er þá hérna frá og hingað, en aðalspennan á milli
þessara vektora. Og þetta er sýnt með útreikningi hérna og við sjáum þess vegna samhengi hérna milli fasaspennu og aðalspennu. En aðalstraumur og fasastraumur er sami straumurinn, þannig að I heildar er sama sem I fasi. Og síðan skulum við skoða þríhyrningstengingu. Þá er sama aðalspenna og fasaspenna. Hins vegar skiptast straumarnir sér. Það er akkúrat öfugt. Og þannig að sjá hérna U, heildarspennan, sama og fasaspennan, UF. Hins vegar með straumana þá er aðalstraumurinn, hann er hérna frá á milli fasastraumar hérna mældur í vektoramyndinni og með því að reikna þetta hérna út þá fáum við það að heildarstraumurinn er fasastraumurinn sinnum rótin af 3. Bráðveins. Já, nema þetta er bara sitt hvor hluturinn. Hérna í þríhyrningstengingunni er það straumurinn sem að skipti sér, að aðalstraumurinn kemur hérna inn og skiptir sér í fasastraum hérna 1 og það er aðalstraumur deilt með rótin af 3. Þá getum við reiknað okkur þetta fram og tilbaka. En fasaspenna og aðalspenna er svo sama. Sjáðu hérna U aðalspenna sama sem U fasi, sama spenna, en aðalstraumurinn er fasastraumurinn sinnum rótin af 3. Þetta er nú aðalmálið og síðan förum við líka hérna náttúrulega í aflútreikninga og þegar við tölum raunafl þá er það líka kallað bara afl. Ef það er sagt einhvers staðar í dæmi að aflið sem rafalegin framleiðir er eitthvað ákveðið vött, þá er verið að tala raunafl. Því að einingin fyrir afl eða raunafl eru bara vött. Hins vegar, ef við erum að tala sýndarafl, þá er það sem sagt merkt einingin voltampere. Og ef við erum að tala já, og sko formúlutáknið fyrir sýndaraflið er stórt S, en fyrir launafl er Q, við skoðum þetta í formúlublaðinu seinna, og launaflið er þá með einingu sem er voltampere reaktív, lítið R, stórt V, stórt A, lítið R. Þetta þurfum við alltaf að læra í þessum áfanga hérna og hérna höfum við munin á einfasa og þryggjafasa. Þar erum við með í rauninni það sem bætist inn í formúluna er rótin af 3. Raunaflið P hérna er spenna sinnum straumur og sinnum rótin af 3 af því við erum með þetta þryggjafasa. Og síðan ef við erum með fasvik, þryggjafasa álag með fasviki, að þá höfum við líka raunaflstöður, svo kannan, cosinus phi. Og við þurfum að hérna rifja þetta allt upp. Þetta er bara fyrir meitna ekki? Já. Ef að við erum með hérna, ef þetta er hreint raunafl, þá er þetta sinnum við, já. Þið hafið notað en ef raunafli er gefið upp sem eitthvað, þá er það að tala um þetta? Jú, en þá væri sýndaraflið eitthvað væntanlega stærri tala ef að við erum með fasvik í rásinni. Og síðan þurfum við að vera æfð í því að reikna út fasvikið sjálft út frá raunaflstöðlunum. Þá þurfum við að æfa okkur í því, það er sérst kosin mínus af kosin mínus fyrsta segir af hérna raunaflstöðlunum, þá fáum við gráðurnar og svo getum við tekið sínusinn af gráðunum eins og hérna til að reikna út launafl ef við þurfum að gera það. Svo að hérna þetta æfum okkur í með þessum dæmum sem eru í áfanganum og aftast í 18. kaflanum sem við byrjum að reikna á fullu. Og við þurfum að læra þessar spennumerkingar sem eru á hérna, bæði rafala og á hérna, mótorum. Tökum rafalana fyrst.
Þess að ef að raflar er merktir svona, annar merktur 230 skástrík 400 volt, þá þýðir það ef við tengjum hann í þríhyrning þá gefur hann út lægri spennuna 230 volt. Hins vegar ef við breytum tenginguna á honum í stjörnutengingu þá gefur hann frá sér 400 volt. En þá þýðir það að hann gefur náttúrulega sama afl frá sér, bara lægri straum við 400 volt en það kemur hærri straumur frá honum í 230 volta tengingu. Og það sama gerist hérna með ef að rafali verið merktur 400 skástrík 690 volt, að ef hann er tengdur í þríhyrning þá gefur hann 400 volta spennu, heildarspennu, og þá er bara meiri straumur. En í stjörnutengingu þá gefur hann út 690 volt en lægri straum, sama afl í báðum tengingum. Mismunandi spennur og straumurinn lægri við hærri spennuna. Þannig er þetta. Og hérna við skulum þá líta á næsta. Ég er búinn að fara í hérna 3-fasa rafmagn núna og þá er raunin bara að fara aðeins hérna í flokkun rafvíla og skoðum það. Það er 18. kaflinn í bókinni. Það er hérna nú flokkum við þessar rafvílar upp í sem sagt reiðstraumsvéla, jafnstraumsvéla og skrefmótora. Og reiðstraumsvélarnar sem við erum aðalega að fjalla í þessum áfanga, þær skiptast í sem sagt samfasavélar sem er mest af rafalum sem samfasavélar, og ósamfasavélar, það eru alls konar mótorar. Og hins vegar er þriðji geirinn, það er þarna spennubreytar. Þeir eru líka flokkaðir sem reiðstraumsvélar af því að það er notað reiðstraumur á spenna, þess að breyta spennu, annarkot að hækka spennu til þess að til dæmis flytja eftir háspennulínu eða lækka spennuna tilbaka. Alltaf settur notaður reiðstraumur við spennubreyta, því að við þurfum breytilegt segulsvið, búum til breytilegt segulsvið til þess að geta yfirfært orkuna frá forvaði yfir og eftiraf. Við verðum að geta spanað upp spennu í eftirvaði. Þess vegna verðum við að hafa reiðspennu. Ok, en samfasavélarnar, þær skiptast í ein eða 3-fasa rafala. Og svo er reyndar til 3-fasa mótorar sem eru samfasavélar, og þá eru þeir oft notaðir til þess að notaðir yfirsegulmagnaðir, og þá virka þeir eins og þéttar, og þá er þetta að nota þá til þess að leiðrétta að einhverju leyti fasvik með því að þá framleiða þeir launstraum. Þannig að þeir eru kannski notaðir í að dæla einhverju, þessi mótorar, og í leiðinni þá eru þeir yfir segulmagnaðir, af því að þeir eru með svona sérstöku pólhjóli þar sem við getum stjórnað segulmögnuninni. Og á sömum gerðum þá eru hluti af pólhjólinu eða af snúðnum er í rauninni skammhleyptur, en síðan er skipt yfir í það að hann verður samfasavél þegar búið að komin í gang. Hún er komið í gang með því að þá virkar skammhleypta vafið. Það er bara til þess að hann gangi rauninni í lausagangi, en síðan hérna er settur meiri straumur inn á segulmögnunina á honum, og þá eltir orðið hérna pólarnir, segulpólarnir í pólhjólunni algjörlega, tengist alveg við hverfi segulsvið
sem er í sátrinu. Og þá er hann orðinn samfasa af því hann gengur þá algjörlega í takt við rafmagnið í sátrinu. En þetta skoðum við betur seinna. Þess vegna er það bara kallaður samfasa, þryggjafasa mótor. En ósamfasa vélar, þær eru eins og sleiturhringjamótorar og það mótorar sem eru ræstir með viðnámum sem eru 3 í hverjum rás frá snúðunum. Það er sem snúðurinn er bundinn og hafði þryggjafasa vaf í snúðunum sem tengist út á annað 3, 6, 9, 12 mótstöður til þess að geta komið honum á stað hægt og rólega eða bara til þess að hraða stýrunum. Þannig að þeir mótorar hafa verið áður fyrir notaðir í til dæmis byggingakröfunum en núna frekar notaðir bara hraðastýringar í staðinn. Þannig að þeir eru að detta mikið út, fækka notkunin á þessum sleiturhringjamótorum. Síðan er hinn hópurinn skammhlaupsmótorar og þetta er gríðarlega algengir mótorar og við lærum þá í næsta kafla, kafla 19 og þeir skiptast í þryggjafasa skammhlaupsmótora annars vegar og hins vegar í einfasa mótora og þá eru til mismunandi gerðar því það eru skammhlaupsmótorar og síðan skuggapólsmótorar og vitið hvað þessi skuggapólsmótorar eru notaðir? Hafið séð hvernig þeir líta út? Við séum með mynd af því. Við getum aðeins litið á það er í öðrum kafla reyndar. Hafið þið opnað þvottavél og skoðað dæluna sem er við þvottavélina til að dæla vatninu út. Það er nefnilega skuggapólsmótorar notaðir til að knýja dælu í þvottavélum og eins og þetta líka svona smáviftur og þeir líta út þá svona. Þetta er svona mynd af skuggapólsmótor, þessi hérna. Það er aðalvaf, það er fyrir ofan, mert númer 1 en skuggapólsvafið er til dæmis númer 3 og svo er annað hinum megin. Og þannig það spanast upp straumur í þessum vöfum og þau mynda, þessi skuggapólsvöf mynda sitt eigið segursvið þannig að þau hafa áhrif á snúðinn og það verður þá fasamunur á aðal segursviðinu og skuggapólssegusviðinu þannig að snúðurinn fær ræsivægi og snúningsvægi til þess að ganga. Þannig mótor notum við til þess að dæla vatninu af þvottavélunum okkar og fleiri tækjum eða svona litlar viftur eru við þessa mótora. Skammhlaupsmótorarnir sjálfur, þeir líta kannski út svona og rásin á þeim er í rauninni það er bara 2 vöf, það er aðalvaf og hjálparvaf. Þannig að síðan fleiri mótorar svona sem kallaðir alstraumsmótorar og þeir vinna geta unnið bæði við jafnstraum og riðstraum. Þess vegna kallaðir alstraumsmótorar. Og þetta eru mótorar eins og í borvélum til dæmis og í hrærivélum, litlum heimilishrærivélum og mér eftir fleiri tækjum, til dæmis ryksugur, þær eru með svona mótora. Svo að þetta er notað mjög víða. Getur þetta verið í töfraskúratum kannski, hugsanlegt. Og og síðan lærum við þetta í kafla 19 sem sagt, þessa mótora. En þá erum við búin að fara í gegnum þessa flóru af þessa flokkun Síðan er aðeins vinnumóta reynslusaga
áður en við förum að reikna skoða þessi dæmi hérna, að það er einmitt spurningar úr þessu efni reiðstjóðsrafala og uppbyggingu reiðstjóðsrafalana. Það kemur hérna í beinu framhaldi hérna og ég hef útbúið sérstaklega svona töflu til þess að við áttum okkur á mismunandi stærðum og rafalum sem sýnir okkur þá sko mismunin á til dæmis rafala sem er með eitt pólpar hérna í pólhjólinu annars vegar og síðan ef við skoðum hérna annan eins og þennan hérna þá erum við með 2 pólpur. Mismunurinn á þessum hérna pólhjólum er að við þurfum ekki að snúa þessu eins hratt. Við sjáum til þess að framleiða 50 rið þá þurfum við að snúa þessari mynd fyrstu sem við skoðum á 3000 snúningum til þess að framleiða 50 rið. Þessi hérna sem er með 2 pólpör, þess að 4 póla, við þurfum að snúa þannig rafala 1500 snúninga á mínútu til þess að framleiða 50 rið. Og síðan ef við erum með fleiri, ef við erum með 3 pólpör eða 6 póla, við erum með svoleiðis rafala hérna inni hjá okkur, það er rafalinn vinstra megin og hann snýst 1000 snúninga til þess að framleiða 50 rið. Og svo bara heldur þetta áfram koll á kolli. Ef við erum með síðan 4 pólpör þá er snúningshraðinn 750 snúningar á mínútu til þess að framleiða 50 rið. Svo að hérna þessi tafla, hún er ekki í bókinni, ég bætti henni bara hérna inn í, hins vegar er hún á kennsluvefnum. Aðeins að sýna ykkur hvar þið náið í þessa töflu. Undir efni, hérna stendur tafla yfir póldeilingu og póla og svo reyndar gerði ég stærri töflu. Það var, sjá, hvar kemur hún hérna? Það er svona, við vorum að leika okkur með fleiri möguleika hérna sem sagt og líka að við áttum okkur á því betur hvernig við reiknum þetta út allt saman hérna. Sem sagt að síðan eru fleiri hugtök hérna eins og póldeiling. Hvað í ósköpunum er það? Jú, sko, þegar við erum með 1 pólpar eða 2 póla þá er póldeilingin 180 gráður og svona skoða það hérna í hérna er ekki 180 gráður frá norðurpól til suðurpóls. Áttu sammála því? Já, ok. Þá er póldeilingin í þessum rafala sem er með 1 pólpar, hún er 180 gráður. Ok, næsta stærð hérna af pólhjólið er komið með 2 pólpör eða 4 póla. Hvað er þá póldeilingin hér? Jú, það er hérna frá og hingað, helmingi minna. Já, þannig að það er þá 90 gráður og síðan hérna verður póldeilingin alltaf minni og minni eftir því sem að pólunum fjölgar og þá stækka líka rafalarnir og þeir verða hæggengari og það er aðalega rafalar sem eru notaðir við vatnsaflsvirkjanir. Það eru þessi hæggengu rafalar. En hvar notum við rafalar sem bara með 1 pólpar? Það eru gufutúrbínur. Það er það sem eru eins og reykja eða það sem við erum með framleiðum rafmagn frá gufu. Eins og Nesjavallavirkjun og hérna út á Reykjanesinu. Þá er sko snúningshraðinn það mikill að borgar sig ekki að gíra þetta niður og þá verða töp. Þannig að hérna það eru
það er nefnilega öðruvísi gengið þá frá pólhjólinu og ég er nefnilega með á kennsluvefnum mynd af því. Það er hérna í stuðningshefti. Þar fáum við mynd af annars vegar hæggengu. Hérna sjáum við, hægra megin. Þar sem eru margir pólar og það er notað við vatnsfarsvirkjanir. En þessi hérna, hann er bara með eitt pólpar. Það er bara hérna uppi, gæti kannski verið norðurpóllinn og hérna alveg neðst niðri getur verið suðurpóllinn. Hérna, bara eitt pólpar, norður og suður. Og þessi vöf eru sérstaklega fest hérna inn í nótum hérna og hann snýst rosalega rætt, 3000 snúninga, þessi hérna rafali, til þess að framleiða 50 reið. Það sjáum við þá hérna, 3000 snúninga. Og þetta hérna stuðningshefti er kannski sniðugt fyrir ykkur að skoða rétt áður að þið farið í próf. Það er svona ýmis atriði sem við getið áttað ykkur á varðandi til dæmis eins og rafalana og já, svo koma hérna atriði úr æfingum og mótorar og hérna setna meir sko. Þannig að hérna er svona, má segja, áfangin í hnotskurn í þessu hefti. Þannig að þetta er ágætt til upprifjunar að nota þetta hefti. Það er kannski ekki alveg full búið að lesa þetta yfir en allavega helmingurinn að því er orðið nokkuð réttur. Heyrið, þá erum við búin að fara aðeins í þetta með uppbyggingu rafstraumsrafala. Sko, ef við skoðum kannski aðeins betur bygginguna. Þið hafið kannski séð svona rafala en og pólhjólið það lítur út þá svona að vísu væri hérna bara sleiturhringir á þessum þar sem við erum bara með hérna pólhjól án þess að vera með sko segulmagna rafalan á sama ás. Þetta er eiginlega fyrsta gerðin af rafalum sem voru svona notaðir til að framleiða í virkjunum hérna til dæmis hér á landi. Þá voru notaðir sleiturhringir og eru ennþá notaðir sleiturhringir til þess að færa strauminn, segulmagnastrauminn inn á þessi vöf, segulvöf fyrir rafseglana sem er í rauninni hérna þessi pólar. Þetta eru í rauninni rafseglar. Við getum stjórnað í hversu segulmagnið er mikið. Og þetta er náttúrulega jafnstraumur sem við sendum að það inn. Segulmagnastraumurinn er jafnstraumur. Og í öðrum rafalanum hérna inn í 106 stofinni, þar erum við með þessa upptengingu hérna að við erum með segulmagnavél sem er jafnstraumsvél til þess að framleiða jafnstraum hérna inn á gegnum sleiturhringina og inn á pólhjólið. Það er bara sýnt sem eitt vaf hérna þó að það getur verið 6 vöf til dæmis í þessum rafala sem er þar af því að hann er 3 pólpör 6 póla og síðan er sem sagt sátvöfin þar í húsinu og ég þyrfti eiginlega að ná í æfinguna aðeins til að skoða hérna. Já, hér erum við með verkefnin staðar nálægt okkur. Það er hérna, 18. æfinguna. Hún kemur hérna. Hérna, sjáum við þetta hérna. Þetta er rafalið þar sem við erum með sleiturhringi. Og hérna lengst til hægri á myndinni, þar erum við með jafnstraumsrafala sem að framleiðir segulmagnastrauminn inn á pólhjólið.
svo hérna í húsinu sátrið og hérna tökum við út af þessu tengiboxi hérna utan á rafalanum 3 fasa og 0, þannig hann stjörnutengdur. Og við framleiðum hérna 400 volta spennu, 3 fasa. Síðan, til þess að snúa þessum rafala, þá notum við hérna jafnströmsmótor. Og hann kemur í rauninni í staðinn fyrir dísilvél. Við bara viljum ekki hafa háa á læti hérna inni og olíumengun hérna. Svona höfum við hérna bara jafnströmsmótor. Og hinum megin hins vegar, þá erum við með rafala sem að gengur á 1500 snúningum. Þessi sem sagt hæggengari, hann gengur bara 1000 snúninga af því að hann með 6 póla, 3 pól pör. Þessi gengur hraðar, 1500 snúninga vegna þess að hann bara 2 pól pör. En hvernig reiknum við þetta út? Jú, þetta sem sagt formúlan tíðnin sinnum 60 deilt með pólpara fjöldanum. Hvar finnum við hana? Við hérna í 8. kaflanum. Nú sé ekki hérna einhvers staðar í nágrenninu. Varðandi Já, það spurning hvort ég finna hann einhvers staðar hérna. Þið fljótar að finna hana heldur en ég. Sko sjá. Annars við bara þá að fara hérna í æfingadæmin, spurningar og æfingadæmi hérna fyrir aftan. Aðeins að sýna ykkur þessa formúlu sem að við notum, sko, hérna hún bara rétt fyrir aftan hérna vindingafræðina sem við förum ekki í. Sjá, það er búin að tala músinni hérna. Nú var hérna fyrir framan, ég fór í vitlausa átt. Já, trúið. Já, hérna formúlan fyrir á hvaða snúningshraða við þurfum að hafa rafalann. En hvað köllum við þetta? Við köllum þetta samfasa snúningshraða þessa hérna NS. Þetta litla S hérna táknar fyrir samfasa snúningshraða. Og við reiknum þetta út þannig að við segjum 60 sinnum tíðnin sem við þurfum að framleiða. Ef það 50 rið, þá það 60 sinnum 50 sem gefur okkur 3000 og ef að rafalinn 1 pólpar þá deilum við með 1 og þá fáum við út úr því 3000 snúninga á mínútu. En við verðum að margfalda hérna með 60 vegna þess að við höfum samfasa snúningshraðan á snúningum á mínútu en tíðnin í sveiflum á sekundu. Þess vegna þurfum við að margfalda hérna með 60. Og svo sjáum við bara hérna aðeins nánar skurðarmynd af pólhjóli hérna með 4 póla og við sjáum hvernig segulspólurnar eru staðsettar hérna og hérna þessi hluti kallaður pólskór og fyrir innan spóluna kallaður pólkjarni og síðan alltaf þeir ásinn hérna í gegn. Þetta sem sagt pólhjólið. Járnið, allavega járnið í pólhjólinu. Og það náttúrulega líka byggt upp af þinnum til þess að minnka hverfstraumstöp og segultregðutöp. Og síðan hérna aðeins hvernig spennan framleidd og við sjáum hérna að fasaspennan það fengin hérna stöðull, fasti, 4,44 sinnum ef við vitum tíðnina, getum við margfaldað sinnum ákveðin tíðni og sinnum
hámars gildi segulkraftinu straumsins og hérna, það nú sjaldan sem við höfum þá tölu og við notum í rauninni þessa formúlu ekki neitt vegna þess að við höfum ekki þessi gildi og við vitum ekki alltaf sko, jafnvel hérna, vafningafjölda hérna, n, stóra n en þessi formúla lýsir því hvernig við gætum fundið spanaða fasaspennu sem sagt hvernig íspenna munið eftir úr rafmagnsvæði 100 12. kafla þar lærðu við þetta hugtak íspenna munið eftir þessi gildi eða þessi hugtaki hvað íspenna? Muninu á íspennu og skautspennu munið eftir honum sem sagt ef við erum með einhvern spennugjafa að það sem við tengjum frá honum frá skautunum, það sem við tengjum út frá honum það í rauninni skautspenna það lægri spenna heldur en íspenna íspennan stóra það hærri spenna þannig að þá erum við ekki búin að taka tillit til neins spennufalls vegna tapa innra viðnámsins í spennugjafa ok en þarna ekki verið að taka tillit til spennufalls ok, þá skulum við skoða hérna dæmin fara að skoða dæmin fara að vakna aftur og fara að skoða dæmin